Steina, þú veist að velja hópinn fyrir EM, hvernig var bara ferlið að velja þetta, var þetta erfitt? Já, já, þú veist, það er hluti sem við þurftum að skoða varðandi fitness leikmanna og annað og hvaða leikmenn við teldum vera klári í þetta og hvaða leikmenn hentu okkur best í þetta. Þannig að, jú, þetta var hausverkur en jákvæður hausverkur og það er alltaf erfitt að velja hóp en það er svolítið svona ekstra álag á því að velja lokahóp fyrir stór mót en það er svona ákveðin léttir að vera búin að þessu. Bara frá síðasta glugga, vantilega mikið sem þú ert búin að vera að hugsa í tengslum við þennan hóp? Já, algjörlega, það er búið að vera slatti sem þú ert að hugsa þú veist, meiðsli leikmanna, það sem hafa verið komið tilbaka úr meiðslum og svona stöðun á þeim, þannig að við erum búin að vera að fylgja svolítið vel með því og fara yfir með leikmannum hver standaðum er og annað, þannig að við tókum eins vel ígrundaða ákvörðun og hægt var með við stöðu leikmannahópsins og annað, þannig að og svo síðustu sætin sem voru kannski þessi hausverkur út frá þessu. Emilía náttúrulega kemst ekki með á móti vegna meiðsla, erfitt að ná ekki að taka hana með inn í hópinn. Já, það var það, við ákveðum þetta bara raunverulega klukkan 10:30 í morgun að hún er ekki með, þannig að eftir samtöl við sjúkraþjálfara úti og samtöl við sjúkraþjálfara heima og fara yfir stöðuna og fara yfir allt sem var búið að vera að gera og test sem hún fór í morgun og það var bara ákvörðun eftir faglegt mat þeirra að þetta væri ekki gerlegt og þannig að það var bara niðurstaðan og leiðilegt fyrir okkur því að Emilía hefur verið flottur leikmaður fyrir okkur undanfarið ár. Vantilega erfitt fyrir hana líka og var á leiðinni sitt fyrsta stórmót bara. Jú, þetta er alltaf erfiðast fyrir hana sjálfa að upplifa það að missa stórmótið. Þetta er langa erfiðast fyrir hana, vonbrigði fyrir okkur en að klárlega er þetta erfiðast fyrir hana að sjá svona það að fara á lokamót svona hverfa í dag en ég sagði við hana síðustu árum við hana voru raunverulega að þú kemur okkur á HM. Hvernig var bara að taka þessi símtöl í leikmennum sem kannski hafa verið hluti á hópnum og eru ekki að fara með á EM, það vantilega verið bara hundleiðilegt? Já, það er allavega ekki skemmtileg símtöl sem tekur en þau eru mikilvæg. Svona bara leikmenn sem eru ekki í hópnum, kannski nálægt honum, ertu að segja við þessar leikmenn að þessu mögulega fara að koma inn næst ef einhverju leikmenn detta út? Nei, ég tók ekkert svoleiðis á þetta vegna þess að maður veit ekkert hver er að fara að detta út eða eitthvað svoleiðis eða það gerist eitthvað svoleiðis og það er engin svona eitthvað backup listi sem við þurfum að skila inn þannig að við bara þegar það myndi eitthvað gerast á næstunni þá myndi maður bara tékka á stöðu leikmanna hvort að leikmann var ekki klárlega að stökkva í þetta. Það er engin hreinræktu nýja þannig sé í hópnum, er það ekki eitthvað sem hugsaður áður valdir að taka kannski eina bara svona pjúra nýju inn? Jú, algjörlega, ég fór yfir ýmislegt í sambandi við það, og bara þannig séð að ég taldi það samt sem áður að þetta væri besti hópurinn, þetta væri besti leikmenn til að takast á þetta verkefni og út frá því byggði ég bara mitt val. En klárlega að skoða ég alveg fullt af möguleikum og fór yfir fullt af leikmennum og fullt af statistík og öðru í kringum þetta. Það er náttúrulega engin nýlið í hópnum, mikil reynsla, kannski góð blanda svona ef maður horfir á hópinn og horfir aldur, reynslu, landsleiki og þess aftar. Já, ég held að hópurinn sé bara vel samsettur. Þeir leikmenn við skoðum bara kannski svona mitt ár 23, hausti 23 að þá sáum við kannski að við vorum með reynslu lítilið en þeir leikmenn sem hafa verið í hópnum síðan þá hafa allar verið að spila töluvert á landsleikjum þannig að reynslan er alltaf að aukast í hópnum og svo eru leikmennarnir í hópnum sem eru búin að vera lengi og hafa mikla reynslu þannig að þetta er svona jafnast út að hluta til, það eru fleiri reynslu meiri leikmenn að koma inn, búin að vera hjá okkur núna en og svona einhverja sem ég að fá á landsleiki en aldursdreifingin er góð, það er góð aldursamsetning á hópnum og sem er jákvætt þannig að svona þessi breyting sem átti sér stað fyrir 1,5-2 árum, hún hefur bara skilað sér í fínum hóp. Sjálfur að fara á þetta annað stórmót sem þjálfari liðsins, svona spenntur fyrir það, finnst þú að hafa lært mikið á síðasta móti? Já, ég ætla að vona að það hefur lært mikið, ég ætla að vona að það hjálpi mér að hafa farið á stórmót áður, það er margt sem að við höfum farið í gegnum núna fyrir þetta stórmót við þjálfararnir og hvað þurfum að gera betur, hverju þurfum að huga betur að og allt annað. Þannig að ég held að ég sé betur undirbúin og allt mitt teymi í kringum liðið sé ennþá betur undirbúið heldur að var fyrir síðast stórmót. Það er heldur betur farið að styttast í þetta, bara svona hvernig líta næstu vikur út hjá hópnum?
Og það náttúrulega eru slatta leikmenn sem að spila, danska deildin klárast helgina, sænska deildin klárast og norska klárast á 5. næstu viku, þannig að það er að spila alveg fram á móti, íslenska deildin klárast á laugardegi, held ég, föstu eða laugardegi í næstu viku, þannig að það eru leikmenn sem eftir að spila og sem er bara fínt af því við getum ekki komið saman, og svo eru náttúrulega aðri leikmenn sem eru náttúrulega búin að vera í fríi frá því við vorum að spila landsleik síðast, þannig að þær eru svona að koma sér í gang núna og eru að æfa og svo kemur smá hópur af þeim saman í næstu viku og æfum í Laugardalnum, tökum nokkrar æfingar á Laugardalsvelli fram að móti. Og svo hópurinn út í Serbíu, spilar leik þar, svo verður lögð mikil áherslu á að vinna þann leik, það er náttúrulega ekki búin að vinna í svolítið langan tíma. Ég hef ekkert hugsað út frá þessu, ég hef bara hugsað leikinn út frá því og hvað þurfum við að fá út úr honum. Og mér finnst mikilvægt að þeir leikmenn sem hafa að spila kannski minna undanfarið í sínu félagsliðum vegna þess að það er í vetrardeild að þær fái mínútur þarna. Aðrir leikmenn sem eru kannski í leikforminu 100% og þeir kannski hefur maður minni áhyggjur af. En klárlega þurfum við að nota þennan leik líka til að fara í gegnum hluti og gera hluti vel og allt það og það væri náttúrulega alltaf gott að vinna leik, en ég er samt ekki endilega að horfa í þennan leik sem eitthvað breakthrough. Við þurfum að vinna leiki á EM, það er málið, og ef við ætlum okkur upp úr riðlinum og það sem við ætlum okkur, að þá snýst þetta bara það að vinna leiki þar, en Serbíuleikurinn er æfingarleikur, hann telur ekkert fyrir okkur, en hann getur talið fyrir okkur í frammistöðu. Myndast náttúrulega svolítið mikil umræða eftir síðasta glugga að liðið var ekki búið að vinna svolítið lengi, hvað bara svona finnst þér þá umræðu? Hún er bara eðlileg, það er ekkert óeðlilegt að fjalla að liðið vinni ekki leiki og svo sem sagt þetta alltaf tíma, ég sagði hvernig haustið var hjá okkur að við tókum okkur hluti að undirbúa okkur undir EM raunverulega til þess að fara til Bandaríkjanna vegna þess að þá erum við að spila múti stórri þjóð, góðri fótboltaþjóð, en með líka fullt af fólki að horfa á sem væri svona ákveðin undirbúningu líka fyrir að spila á EM og ég vissi það alveg að þegar við vorum að velja leiki fyrir haustið að það gæti alveg brugðið til beggja vona að við myndum kannski koma eitthvað stoppi á okkur í að vinna marga leiki, en síðan náttúrulega kemur þessi þjóðadeild og þetta voru kannski jafntefliskongarnir í henni, en það var ákveðna framistöðu sem voru sátt við, en svo snýst þetta bara núna það að vinna Noreg og Sviss á EM, það telur miklu meira fyrir okkur heldur en að vinna þær í þjóðadeild. Komum tíma að fara upp úr riðlinum á EM? Algjörlega, það er markmið okkar og það er bara skýrt, við ætlum okkur upp úr riðlinum og það er ekkert annað markmið sem við erum að hugsa í grunninn, það er bara grundvallar markmið okkar er að komast upp úr riðli og gera það með bara vörð. Takk fyrir þetta, Steinar, gangi vel.